Já, ég ætla að sitja fund í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þetta opinn fundur. Þannig út af sérstöðu málsins sem að fólk hefur kannski áhuga á að fylgjast með þessu og við ætlum að vera hér með tvo, ef þannig má orðið komast gestahópa. Fyrst hér hjá okkur formaður sem var formaður stjórnlaganefndar, Guðrún Pétursdóttir, og hún ætlar við ætlum aðeins að fá upplýsingar í henni starf nefndarinnar og síðan mun hún svara spurningum þingmanna ef að þær eru einhverjar og síðan í seinni parti þessa opna fundar að þá munu verða hér formaður og varaformaður stjórnlagaráðs. Guðrún, velkomin á fundin. Takk fyrir það. Og ég sem sagt okkur langar til að biðja þig svona fyrst að fara svona yfir megin þættina þar sem þú sér svona hver voru stóru þættirnir í ykkar starfi og síðan ef við gætum þá spurt áfram eftir því hvernig það gengur. Já. Og við ætlum að reyna að vera með þetta í svona hálftíma. Já, fínt. Stóru þættirnir í starfi stjórnlaganefndar riðust náttúrulega af því umboði sem hún hafði og þeim verkefnum sem henni voru falin. Þau voru að mínum mati einhverjum þríþætt. Það var að taka saman upplýsingar og gögn sem að gætu komið að haldi við endurskoðun stjórnarskrárinnar og búa til gagnagrunn fyrir stjórnlagaráð eða stjórnlagaþing sem að þá hét og almenning og það gerðum við og byrjuðum sem sagt að safna á netið og því hefur verið haldið áfram og þar komin ákaflega góður grunnur þennan málaflokk. Í öðru lagi var að halda þjóðfund sem var mikið verkefni og lá ekki alveg ljóst fyrir þegar við byrjuðum hvernig við ættum að standa að. En við vorum heppin og komum að góðu búi hvað það varðar því að Mauraþúfan hafði haldið svona fund árinu áður og það var það samkomulagi stjórnlaganefndar að leita til þeirra framkvæmd fundarins og það held ég hafi gefið ákaflega góða raun. Og var til þess að á þennan fund í Laugardalshöll einmitt fyrir ári síðan núna mættu 950 af þeim 1000 sem að boðaðar höfðu verið og það var ákaflega, ég leyfi mér að segja fallega samkoma og þessi mikli fjöldi fólks hvaðanæva að landinu og á öllum aldri frá 18 ára og uppúr, svo elsti var 94 ef ég man rétt, vann af mikilli eindrægni og gleði að þessu verkefni að leggja gott til málana fyrir Ísland og íslenska stjórnarskrá og það var þetta ég segi nú bara fyrir mig einhver fallegasti dagur sem ég hef lifað að verða vitni að þessu. Þannig að sá fundur tókst ákaflega vel og ég held að okkur hafi tekist að gefa þessu fólki tilfinningu fyrir hlutdeild í þessu ferli. Og í kringum hvern mann náttúrulega stór hópur, ættingja og vina. Þannig að ég held að það hefði verið útbreidd tilfinning að þarna hafi íslenskur almenningur fengið tækifæri til að tjá sig og við lögðum mikla áherslu á og nýttum okkur þar reynslu Mauraþúfunnar og þá tækni sem hægt að beita við að vinna úr svona löguðu til þess að geta unnið ákaflega hratt úr niðurstöðum fundarins. Og gátum kynnt þær strax í meginatriðum daginn eftir sem ég held að skipti líka mjög miklu máli að fólk sjái að þetta einhvern veginn ekki að velkjast heldur því komið strax á framfæri og það voru opna niðurstöður aðgengilegar öllum á netinu með ýmsum hætti bæði skrifuðu máli en kannski sem meira skiptir unnið úr þeim þannig að aðalatriðin þau stigu fram og menn sáu hvaða sem sagt þættir það voru sem að höfðu myndað megin strauminn í niðurstöðum fundarins. Og í þriðja lagi var þessi lokamálsgrein í okkar umboði að leggja fram okkar tillögur breytingar á núgildandi stjórnarskrá. Og það verkefni tókum við mjög alvarlega og unnum ákaflega stíft í því og fengum til liðs við okkur fjölmarga sérfræðinga sem við báðum að hjálpa okkur að greina megin álitamál og svona erfiða kafla sem að þyrfti að hafa einhvern góðan bakgrunn í
og að fengnum þeirra tillögum og ítarlegur umræðum í okkar hópi þá settum við fram, við fórum í gegnum stjórnarskrána eins og hún núna og við settum fram valkosti mögulegar breytingar. Og kannski hér mætti, svona nú gildandi ákvæði, það gæti verið svona sem þá þýddi þetta eða það geti verið svona sem þá þýddi eitthvað annað. Og þannig sum ákvæði töldum við ekki að þyrftu neinna breytinga við, en annar stað komu kannski 2 hugmyndir því að við vissum það að okkur var ekki ætlað að koma með drögafrumvarpi heldur bara að koma með tillögur. Og að lokum þá röðuðu við þessum tillögum að breytingum saman í 2 heildstæðar, 2 heildstæð dæmi hvernig þetta gæti litið út. En það voru ekki frumvörp eða frumvarpsdrög, það voru bara dæmi sem menn getur haft til hliðsjónar. Og við vorum okkur ákaflega meðvituð það að hlutverk okkar var að auðvelda stjórnlagaráði sína vinnu eins vel og við gætum en ekki að segja þeim fyrir verkum. Þannig að ef ég man rétt þá var það 7. apríl sem að við síðan skiluðum af okkur og þetta var þá 2 binda 700 blaðsíðna verk sem ég held að mér sé óhætt að segja að hafi gagnast stjórnlagaráði vel. Og stjórnlaganefnd sátt við sinn hlut. Sinn hlut í því efni. Já. Vilja þingmenn spyrja eitthvað út í þetta? Ég ætla þá að fara hérna frá hægri til vinstri. Vigdís? Já, þakka fyrir að koma. Þú nú komið áður fyrir þáverandi allsherjarnefnd sem að ég sat, þannig að ég fagna því að þú komi hér fyrir nýja stjórnskipunarnefnd. Mér langar til að spyrja þig, þú fórst yfir það að þetta ykkar vinna endaði með þessum 1000 manna þjóðfundi sem að þú túlkar á þann hátt og þá hefði þjóðin svo sannarlega komið að drögum að því að gera nýja stjórnarskrá. Úr því að stjórnlagaþingið var dæmt ógilt af Hæstarétti, hefði þá ekki verið skynsamlegt að láta staðar numið við þá vinnu sem að þið voru búin að inna af hendi, því eins og þú fórst yfir þá skiluðu af ykkur 2 dæmum af tillögu að nýrri stjórnarskrá. Hvert er þitt álit á því? Mitt áliti á því að sú leið sem valin var, að Alþingi hafi verið rétt. Margrét, vilt þú? Já, endilega. Mér langar að byrja að þakka þið fyrir þitt starf í þessu og þetta stórmerkilega rit sem þið sendu frá okkur, sem mér hefur fundist afar gaman að við eigum bara sem þjóð. Mér langar að spyrja þig bara hvernig þér finnst afraksturinn hafa orðið eftir að stjórnlagaráðið tók við keflinu og hvernig þeirra, eftir sem sagt frá því að þið komum með ykkar vinnu og skýrslu og það og hvernig þér finnst hafa tekist til að vinna úr því öllu saman og þjóðfundunum og því öllu. Það náttúrulega ekki hlutverk stjórnlaganefndar að setja sig í dómarasæti yfir stjórnlagaráðs og ég hef engan huga á að gera það, en mér sýnist að keflið hafi verið borið áfram eins og lagt var upp með. Það var mótaður ákveðin verkferill sem að fóli sér þennan undirbúning sem stjórnlaganefnd kom að, síðan störf stjórnlagaþings sem átt að vera en var það stjórnlagaráði. Ég held að það hafi ekki orðið mikil eðlisbreyting á störfum þess fólks. Þetta var það fólk sem hafði verið kjörið í þessari kosningu og mér sýnist þar hafa farið fram ákaflega einlæg vinna þessa blandaða hóps og þau hafi lagt fram sem sagt eftir því sem að þessi tímamörk gáfu þeim möguleika á það sem til var ætlast af þeim. Þannig að ég hef ekki neinar athugasemdir við það. Birgir, viltu? Já, takk. Ég ætlaði nú að vera kannski á svipuðu nótum og Margrét með það að ég var að velta fyrir mér hvort að þú eða þið í stjórnlaganefndinni hafið eitthvað skoðað tillögur stjórnlagaráðsins út frá því að hve miklu leyti tillögur þess eru frábrugðnar því sem frá ykkur kom.
Ég velti þessu fyrir mér, ég hef rekist á dæmum það, ég hef ekki gert neina heildstæða úttekt á því og ég svona hef á tilfinningunni að stjórnlagaráðið hafi breytt töluvert miklu meiru heldur en stjórnlaganefndin gerir tillögur en ég að velta fyrir mér hvort að þú hefur skoðað þetta sérstaklega eða hefur einhverja yfirsýn yfir þetta hve mikil frávik að ræða. Ég hef ekki gert það. Ég hefur stjórnlaganefnd komið saman eftir að hún lauk störfum 7. apríl með bréfi til forseta Alþingis. Stjórnlaganefnd leit svo á að þar með hefði hún lokið störfum og við bara kvöddumst með virktum nefndarmenn og höfum ekki hist sem stjórnlaganefnd síðan. Þessi nefnd ekki lengur til. Ég fyrrverandi formaður eða formaður fyrrverandi nefndar hér og ekki hér í umboði eða í samráði við þá sem sátu með mér í þeirri nefnd vegna þess að svo nefnd ekki til. Ég held að okkur hafi ekki verið ætlað að fara yfir þær tillögur sem að stjórnlagaráð eða þau frumvarpsdrög sem stjórnlagaráð kynni að láta frá sér fara. Það var ekki hluti af okkar verklýsingu og við höfum ekki gert það. Þó menn kunna hafa gert það hver fyrir sig að sjálfsögðu. Já, þakka þér fyrir Guðrún komuna. Það var auðvitað mjög mikilvægt að fá þessar upplýsingar allar saman á einn stað og ég held að það hafi verið allra hluta vegna gott að það hafi verið gert á vettvangi stjórnlaganefndarinnar. Það kom reynda fram hér í svari til Birgis að þið hafi ekki hist frá 7. apríl, 2011. Já. Mér langar samt að spyrja því hvort var þá ekkert samstarf eða ráðgjöf sem þið veittu stjórnlagaráðinu meðan það starfaði eða einstakir. Það kann að vera að stjórnlagaráð hafi leitað til einstakra nefndarmanna. Mér ekki kunnugt það, sko ég meina ég hef ekkert fylgst með því. Sjálf fór ég í rannsóknarleyfi til útlanda bara daginn eftir og okkur var ljóst sem sagt að hér með væri þessum nefndastörfum lokið og hver og einn náttúrulega bara frjálsa því að vinna úr því sem við höfum lagt fram og eins og farið væri fram á við fólk sko. En það eru stjórnlaganefndarmenn núna taka þátt í kynningum eða fundum og svo framvegis algjörlega náttúrulega bara á eigin vegum eins og eðlilegt Ég ætla að geyma mínu spurningu Alfreður. Já, takk fyrir þetta og þitt og ykkar starf að þessu Guðrún. Mér langar svolítið til þess að spinna þennan þráð áfram sem við erum að ræða vegna þess að við höfum hér á borðum okkar þingmenn og þessi nefnd sérstaklega tillögu það hvernig eigi að fara með núna skýrslu sem að forseti þingsins hefur lagt fram með tillögum stjórnlagaráðs, frumvarpi stjórnlagaráðs. Þetta þingsályktunartillaga frá hreyfingunni, Þráni Bertelsinni og Guðmundi Steingrímssyni og Róberti Marshall og þar gert ráð fyrir því að stjórnlaganefnd komi nú aftur að þessu máli og leggi það fari yfir þessar tillögur og leggi það aftur inn til stjórnlagaráðs og sem að síðan skili aftur af sér. Það er gert ráð fyrir því að það verði farin önnur yfirferð yfir þessar tillögur. Og mér langar svona til þess að því nú þekkir þú málið býsna vel að spyrja þig álits á því, á því svona verklagi sem þar stungið upp á. Eins og fram hefur komið í máli mínu lít ég svo á að stjórnlaganefnd hafi lokið störfum. Hún hefur lokið störfum. Og ég tel að affara sælast sé að fylgja því ferli sem var mótað í upphafi meðferð þessa máls. Það hefur gengið ágætlega fram til þessa. Nú þingið komið með drög að frumvarpi í hendurnar. Það þingsins að taka á því. Þingið á síðasta orðið. Almenningur hefur fengið mikil tækifæri til að koma að þessu máli, kannski meira en nokkru sinni fyrr í tilraunum okkar til þess að endurskoða stjórnarskrána. Með þjóðfundi sem ég ræddum hér áðan, en ekki síður í því ferli sem stjórnlagaráð notaði, það verklag sem þar var notað,
gaf mönnum tækifæri til þess að bæði að koma með komment á þær tillögur sem lágu fyrir hverju sinni og koma með bein erindi. Og ef ég hef réttar upplýsingar þá voru það vel á 3.000 eða 3.000 erindi sem bárust eða tillögur sem bárust og bein erindi 300. Og þetta var opið fyrir alla, þetta var ákaflega aðgengilegt á notenda vinsamlegum vef, sömulegis tekið á móti skriflegum erindum frá fólki. Og ég veit frá bara vinum og kunningjum sem að sátu í stjórnlagaráði að þessi erindi voru tekin alvarlega, það var virkilega að skoða hvað þetta gerir við þau. Svo ég held að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að almenningur hafi ekki fengið tækifæri til að koma að. Og þess vegna það mín persónulega skoðun að þingið eigi nú að skoða þessar tillögur sem að liggja fyrir og gera þær endurbætur sem það telur nauðsynlegt með kannski ráðgjöf sérfræðinga á fleiri en einu sviði. Þarna eru ýmis álitamál sem að kannski þarf að ræða. Það eru stórir málaflokkar þar sem eru viðamiklar breytingar lagðar til og mér finnst ekkert óeðlilegt við það að þingið láti skoða bæði hverjar eru þessar breytingar og hverjar kynnu afleiðingar þeirra að vera, fá viðbótarálit við góða og vandaða vinnu stjórnlagaráðs, en við skulum heldur ekki gleyma því að stjórnlagaráð hafði ákaflega nauman tíma til að vinna þetta mikla verk. Þannig að það kannski til svolítið mikil sætlast að þeir geti komið með fullskapaða stjórnarskrá sem algjörlega hnökralaus eftir fáeina mánuði. Svoleiðis að ég held að það sé ekki gert á hlut nokkurs og það sé eðlilegt ferli að þingið taki nú þetta plagg og vinni úr því eins og því finnst best og það hefur fullt umboð til. Og síðan leggi það mat á það með hvaða hætti þetta skuli borið undir íslensku þjóðuna. Ég las vandlega yfir tillögu til þingsályktunar og mér finnst þetta of flókið og mér finnst ekki gæfulegt að fara annan hring. Við erum búin að skila af okkur stjórnlaganefnd, hún ekki til lengur, það þyrfti þá að endurvekja hana og það ekki víst að nefndarmenn hafi neitt áhuga á því. Þeir hafa tekið að sér ákveðið starf, unnið að því hörðum höndum í næstum því ár og skilað af sér og það var hvergi í þeim samningi að við ættum síðan að koma aftur að borðinu. Persónulega myndi ég ekki taka þátt. Ég hef ekki hug á því, ég mun ekki gera það. Og ég veit að sama á við fleiri þó að ég tala ekki fyrir mun allra því ég hef ekki spurt fólk að því að þessi nefnd ekki til. Svoleiðis, og í mínum huga það má spyrja hvað með ef að meiri hlutin vill og svo framvegis, annarkvort það stjórnlaganefnd eða það ekki stjórnlaganefnd. Og leið og einn eða fleiri mun ekki vilja taka þátt í starfi endurvakinnar stjórnlaganefndar, þá það ekki stjórnlaganefnd. Svoleiðis að þá það spurning meira að leita til einhverja sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum og ég get ekki ímynda mér að nokkur maður gerði athugasemd við það að Alþingi gerði það, að sjálfsögðu. Hef ég svarað spurningunni? Já, takk. Róbert. Já, takk að Guðrún. Þetta eru mjög gagnlegar upplýsingar og gott að heyra þessi svörðin við þessari tillögu og fá að heyra þessi sjónarmið. Við hljótum náttúrulega að taka mið af þeim í framhaldi vinnunar. Í tillögu okkar var gert ráð fyrir því að við leituðum álits nefndarinnar, svona sérstaklega í ljósi þess að það væri búið að vinna mjög mikla greiningavinnu þar og ég aftur þakkir til ykkar í nefndinni fyrir þá frábæru vinnu sem þið skiluðuð af ykkur og hugsanlega myndum við þá reyna svona lagaferlið að því sem að þú ert að segja okkur hérna núna, þannig að við varum þá að leita hérna ég eftir áliti einstakra nefndarmanna og það náttúrulega miklu sérfræðingar á ferð og það væri þá ekki nefndin í heild sinni sem að kæma þessu, en mér langar líka til þess að spyrja þig út í síðan framhaldið, út í við höfum svona kannski verið að reyna að miða við það að við getum haldið svona ráðgjafandi þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða því að þjóðin kýsir nýjan forseta næsta sumar.
svo hefur líka þeirri hugmyndur hreyft að halda einhvers konar þjóðfund tillögurnar. Hvernig myndi þér hugnast það og sagðir fyrir það að það form gæti tekið við einhverjum tillögum frá þessum vetri út af því að við höfum náttúrulega það næsta líka til þess að fjallum það í þinginu? Ég hef ekki leitt hugan að því og myndi þurfa að svara þessu svona bara på stående fót á góðri íslensku sko, hér. Ég veit ekki, ég sé ekki alveg hvernig annar þjóðfundur ætti að fjalla þessar tillögur og að þið væru betur sett að þeim fundi loknum. Sko, málið að það þarf að taka ákvörðun. Finnst þér ekki að þurfa að fara þjóðaratkvæðagreiðsla fram áður en að þingið afgreiði frá sér tillögurnar? Mér finnst ekki, og nú tala ég persónlega sem Guðrún Pétursdóttir en ekki sem fyrrverandi formaður stjórnlaganefndar því að ég hef ekki rætt þetta við mína samnefndar menn fyrrum. Mér finnst að íslenska þjóðin hafi fengið tækifæri, eins og ég hef sagt, til þess að koma að smíði þessa. Allir sem áhuga höfðu fengu tækifæri til þess að láta álit sitt og skoðanir í ljós og höfðu greiðan aðgang að nefndar eða ráðsmönnum í stjórnlagaráði. Ég held að þingið þurfi að taka boltan og ljúka verkinu og síðan það þingsins að meta viljið fá ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þegar þið vitið hvað það sem ætla að spyrja fólk en svo getið bara farið líka eftir því sem í núgildandi stjórnarskrá og lokið þessum breytingum eins og þingin finnst rétt að gera það og það þá hægt að endurskoða þá stjórnarskrá með auðveldari hætti því að væntanlega verður ákvæðum breytingar á stjórnarskrá endurskoðað. Þannig að það verði ekki eins svífaseint eins og það núna. Ég virði það að það ákveðin, þetta ekki alveg auðvelt og það tímafaktorinn í þessu líka, en þingi getur nota tíman til þess að vinna vel greiningar á þeim tillögum sem fram eru komnar. Það liggur ekki á, þið hafið tíma svo fremur sem að ekki verða stórvægilega breytingar á þingmeirihluta eða á stjórninni hér, að þá hafið þið tíma til þess að vinna vel úr þessum drögum sem þið hafið nú fengið í hendur og taka yfirvegaða ákvörðun í vonandi góðri sátt. Þjóðin kallar á sátt hjá Alþingi. Það ömurlegu tölur traust Íslendinga á Alþingi endurspegla vinnubrögð Alþingis. Og ég held að ég geti talað fyrir munn þeirra sem ekki sitja á Alþingi og horfa á þetta og hugsa þetta eins og að hlusta á foreldra sína rífast. Það ömurlegt. Og ég held að þinginu beri skylda til að rísa upp og taka höndum saman þetta mikilvæga málefni. Og þá horfi ég nú á stjórnarandstöðuna líka og ekki síst. Farið nú inn í hjartað á ykkur og leitið þar að svarina því hvað sómasamleg hegðun í þessu máli. En ekki hvað morfís eða ykkur ræðukeppni. Við sem stöndum fyrir utan ætlumst til þess af ykkur. Það bara svo einfalt. Þetta nú höll áminning til okkar allra Guðrún, þakka kærlega fyrir Amal. Já, takk fyrir komuna og ég með áhuga á þjóðfund sem þú varst að tala sem var haldinn og þú sagði að það kom 950 af 5.000 sem Nei, 1.000. Á 1.000 Já. Sem varu boðið. Já. Var einhver af Erlend uppruna boðið á það fund? Þetta var, skal ég segja, handahófs úrtak úr þjóðskrá.
Já. Algjörlega, og við gáðum ekki að því eins og skilurðu. Því það var þannig að það var boðið einum og bak við hann voru svo, það bara var löng runa að fólki ef það var kona, að konum á sama aldri og þá utan af landi eða af höfuðborgarsvæðinu. Þannig ef að fyrsta gat ekki komið, þá var næstu boðið. Þjóðerni var ekki breyta inn í því. Þannig að ég verð að játa amal, ég bara veit ekki hvað margir voru af erlendum uppruna, en ég vona sannarlega að þetta slembi úrtak hafi fært okkur slíka liðsmenn líka. Já, ok, takk. Já, tölfræðin eiginlega og fræðin segja að svo hafi átt að vera. Já. Svo hafi átt að vera. Það er nú búið að stela spurningunum minni sem var þingsályktunartillöguna, en það er komið góð svör við því, þannig að ég þarf ekki að tefja tíma. Vigdís búin að biðja að koma inn aftur og Álfheiður og Margrét, en nú þarf að vera stutt því að við erum, tíminn er að vera búin. Já, þakka þér fyrir Guðrún þessa áminningu varðandi það að þingmenn skulu allir vinna saman. Ég til mig vera að vinna hér á Alþingi samkvæmt stjórnarskrá Íslands, út af því hef ég verið mjög gagnrýnin akkurat á þetta ferli, því að nú verið að villa þessa umræðu með það að þessi afurð hér eigi að fara í ráðgjafandi þjóðaratkvæðagreiðslu niðurstöður raunverulega skýrslu frá stjórnlagaráði sem skipa var með lögum og eftir ógildingu Hæstaréttar. Það er ekki búið að ákveða það og endilega stytta málinu. Já, ég er að koma með spurninguna núna. Þess vegna langar mig til að spyrja því, þú ferð inn á það að það eigi að liðka til þess að það sé hægt að breyta stjórnarskrá. Getur ekki tekið undir það með mér að það eigi að vera erfitt að breyta stjórnarskrá og það þurfi tvennar kosningar á Alþingi til þess að stjórnarskrá taki gildi með þingkosningum á milli í stað þess að vera að þvæla umræðuna út og suður og raunverulega búa til væntingar sem að eru ógildar og standast ekki samkvæmt núverandi stjórnarskrá. Ég held að ég kýs að svara þessu ekki, Vigdís. Þetta er flókin spurning og margþátta og ég myndi þurfa að svara henni bara sem prívat manneskja. Ég vil heldur láta það vera. Já, ok. Já, þá ætlar Margrét Tryggvadóttir næst og síðan Álfheiður þar á eftir og... Mér langar að spyrja, treystirðu þinginu fyrir þessu, það er fyrir spurningin. Seinni spurningin er út af stjórnarskrárbreytingum þá samkvæmt nýrri eða tillögunni 113. greininni í seinni málsgrein í henni sem kveður á að 5/6 hlutar þingmanna geti í raun breytt stjórnarskránni án þess að hún fari fyrir þjóðina. Og það er kannski svona svo grein sem ég hef eða sá hluta þessu sem ég er kannski minnst ánögð með því ég vil að þjóðin þurfi alltaf að koma að ferðinu. Hvað þér finnst það? Mér finnst það sjálfsögðu að þjóðinni að koma að breytingum á stjórnarskrá. Ég gerir ráð fyrir að breytingar á stjórnarskrá verði bornar undir þjóðaratkvæði. En hvort það þarf að hafa 2 þing þar að auki, það er annar handlegur. En hins vegar finnst mér ekki að ég eigi að tjá mig efnislega þessi atriði, því þá er ég bara að tala hér sem prívatmanneskja. Álfheiður? Já, mér langar aðeins til að spyrja þig álit þitt á því hvernig stjórnarskrá hefur verið og verður lögð fyrir þjóðina, sko. Ertu mér ekki sammála það að það sé svolítið óheppilegt að það sé bara já eða nei við þessu stóra handriti sem að við erum með hér, segjum að það verði samþykkt eða það kemur að því að ný stjórnarskrá verði lögð fyrir þjóðina. Væri þá ekki heppilegra að menn gætu tekið þetta eftir málaflokkum eða köflum, þar að segja sagt já við kannski mannréttindakaflanum en nei við kaflanum forsetan, svo ég taki eðlilega dæmi. Það var mikið rætt þessi atriði í stjórnlaganefnd og þeir sem gleggst þekkja til segja, og ég er sammála því, stjórnarskrá er heildstæð. Hún er heildstæð og það er afskaplega erfitt að greiða atkvæði stök ákvæði í henni, fella eitt og samþykkja annað. Hins vegar held ég að þingið hafi möguleika á því að kanna vilja þjóðarinnar til ákveðina þátta
án þess að vera að bera stjórnarskrá í heild undir atkvæði. Það eru margar leiðir til þess. Þannig að eins og ég segi, ég ítreka það að ég held að þingið hafi núna ráðrúm og ég myndi fagna því í sporum þingsins að hafa þennan góða tíma til þess að vinna vel úr þessum tillögum og fá, sem sagt, mat á mögulegum afleiðingum og reynda að skapa umræðu það. Og það er náttúrulega áhyggjuefni að þegar haldnir eru fundir núna þetta plagg sem við erum að ræða hér, að þá mætir ekki handfylli manna. Þið vitið, fólk einhvern veginn, við viljum öll gjarnan að stjórnarskrán sé ofarlega í hugum þjóðarinnar, en reyndin sýnir nú eins og umfjöllun í Kastljósi núna daginn sýndi líka að fólk hefur öðrum hnöppum að neppa. Og það treystir bara þeim fulltrúum sem það hefur kosið til þess að fylgja því ferli sem að lagt hefur verið og gera það vel og fá til þess ráðgjöf frá bestu mönnum. Ekki vera hrædd við þetta verkefni, gera þetta bara. Það er nefnilega það. Takk að kærlega fyrir Guðrún, þetta er okkur gott veganesti í það vinnu sem við erum að hefja við þetta. Takk þér eftir. Ég óska ykkur velgengni. Takk. Takk ykkur fyrir að taka móti við. Nú mér sýnist þið bara að vera algjörlega á áætlun. Spott á ansku. Allir bara náðu í gestina að gjöra sérleilinu Valdís. Að fjórði. Komið sæl og blessuð, Salvi Nordal og Ari Teitsson, formaður og varaformaður stjórnlagaráðs á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Við erum að byrja hérna á því að hefja þetta mikla verk að fara í gegnum tillögur stjórnlagaráðsins að nýrri stjórnarskrá og ætlum að eyða deginum í dag í að fara yfir þetta í mjög svona stórum dráttum og síðan verður það náttúrulega nákvæmar. Hér áðan var hjá okkur Guðrún Pétursdóttir sem var formaður stjórnlaganefndar eins og þið vitið og hún fór svona yfir með okkur helstu þættina í þeirra vinnu og mér langaði nú að biðja ykkur að gera hið sama ef að þið gætu svona saman og hvort í sínu lagi farið yfir svona það sem svona stærsta og mesta í starfi stjórnlagaráðsins og síðan fengjum við að spurja á eftir ef ég mætti bara gefa ykkur orði til að byrja með. Það er auðveldast fyrir mig. Já, býtu nú við, það er nú mörg að segja, er eitthvað svona sérstætt sem þú vilt að við fara aðeins yfir bara hvernig við unnum? Já, svona ef þið gerir það bara í mjög grófum dráttum, hvernig við unnuð og... Já, við náttúrulega erum, og þið náttúrulega og fyrsta lagi bara komið í sæl og takk fyrir boðið að koma hingað og gaman að sjá að þeir að byrja þessa vinnu og við sem sagt höfðum 4 mánuði tæpa til að vinna og við skiptum þessu upp í 3 nefndir og ég sá einmitt á dagskráni að þið ætlaði að hitta hverja nefnd eða fulltrúa hverja nefndar fyrir sig og við höfum alltaf lagt líka mikla áherslu á það að við höfðum þetta í mjög opnu ferli þannig að þetta var opið á vefnum og við fengum heilmikil viðbrögð frá almenningi eða þeim sem höfðu áhuga á að koma að athugasemdum eða senda inn erindi. Nú, já, ég veit ekki alveg hvernig þú vilt að ég held að það væri betra eiginlega að fá bara svona konkrétt spurningar sko, en því að þið þekkir náttúrulega ferli í sjálfu sér og við náttúrulega erum með tillögurnar eins og það liggja fyrir og ef ég mætti aðeins þá kannski byrja áður en að ég gef þingmanni hér orðið, þá langar við aðeins að spyrja ykkur út í þetta að það var lögð gífurlega áherslu á það að ná samstöðu eftir því sem maður sér og heyrir og fylgdist með. Já. Og ef þið getur svolítið sagt mér okkur nánar svona frá því hvernig það gekk vegna þess að það urðu svo einhverja atkvæðagreiðslur í lokin og sem sagt í grófum dráttum eða getið aðeins útskýrt hvernig
það gekk svona fyrir sig, þessi mikla áhersla á að ná samstöðum tillöguna, því það náttúrulega mjög merkilegt að þessi ólíki hópur hafi komist að einni niðurstöðu. Eða það finnst mér. Já, ég þakka ykkur nú fyrir að fá að hitta ykkur hér og ræða þetta mikilvæga málefni. Varðandi samstöðuna þá var það þannig að auðvitað komu menn þarna inn í stjórnlega ráðið með nokkuð mismunandi skoðanir á ýmsum málum. Við hins vegar vorum mjög meðvituð það að það yrði ekki gerð nema ein stjórnarskrá, þannig að hún, og stjórnarskrá verður alltaf svona eitthvað sem flestir þegnar geta viðunað og þá fá aldrei allir sitt. Og ég held að í raun og veru þá hafi það verið kannski það sem að við gerðum okkur grein fyrir og síðan þá byggðist kannski niðurstaðan á mjög ítalegum svona umræðum og vangaveltum valkosti, tillögur og hugmyndir og síðan að lokum atkvæðagreiðslur. Það er rétt þó að nefna það eftir atkvæðagreiðslur eftir fyrri umræðu þá var farið betur onni í nokkur atriði og þau ræddi ítalega aftur og reynda að finna flöt sem að hægt veri að ná sáttum og þannig tókst okkur á endanum að fá niðurstöðu sem að í raun og veru var sáttum að því leyti að það taldi enginn það frágangssök að samþykkja stjórnarskrána í heild þó að það gefur auðvitað auga leið að það voru væntanlega allir þessi 25 ef þeir hefðu mátt ráða einir þá hefðu þeir haft þetta einhvern veginn öðruvísi. En það er nú einu sinni svo að lífið er samkomulag og við lögum á það áherslu að ræða til þrautar og þaula það sem að út af bar og svona velta upp mögulegum samkomulagsleiðum og niðurstaðan var svo að það náðist samkomulag þetta í heild sinni, en auðvitað getið þið, ef þið viljið svona skoða afstöðu einstakra ráðsmanna, þá liggur það fyrir í atkvæðagreiðslum einstakra greinar og þær voru ekki allar samþykktar 25 núna sem eðlilegt er. En það voru engin slíka ágreiningsatriði að í heildina þá gætu menn ekki sagt sér við plaggið, en það tók nokkar umræður og svona vangaveltur að finna lausn sem menn gætu viðunað. Og ég held reyndar að þetta sé nú kannski svo litið svipað og við verðum að rekna með að sé hjá þjóðinni. Þjóðin hefur auðvitað mismunandi skoðanir en einhverslega verðum við að ná saman. Við förum þennan hring, það er auðveldari fyrir sjónvarpið. Þannig að Vigdís byrjar. Þakka ykkur fyrir að koma hér á þennan fund. Ég ætla ekki að fara neitt út í það sem að upphafið af þessari nefnd var sem sagt, gert. Við vitum það allt saman. Þið farið inn á það hér að það fá ekki allir sitt og fengi ekki allir sitt hér og lögð áherslu á það að ráðið myndi ná niðurstöðu, farsælli niðurstöðu, ágreiningslaust. Það endurspeglast að nokkru leyti hér í þessari skýrslu að mínu mati og mér finnst svolítið hafa gleymst til hver stjórnarskrá er, því að stjórnarskrá er fyrst og fremst til þess að verja þegna þess ríkis sem stjórnarskráin gildir Það er til dæmis, mér finnst ákvæðin frekar opin, eins og til dæmis þetta öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Hvað þýðir þetta? Þetta kannski hefur í för með sér mörg dómsmál sem dæmi og svo ég taki hér annað dæmi eins og til dæmis 37. grein tillögu að henni varðandi dýravernd. Það ákvæði finnst mér til dæmis ekki eiga heiminn í stjórnarskrá. Þannig að mér langar til að spyrja ykkur því betur að því til þess að það liggi þá bara fyrir. Var lögð meiri áherslu á það að það kæmi slétt og fellt plagg út úr þessari vinnu sem allir gátu sætt sig við, heldurinn frekar nákvæmlega að það væri þá þrengt og jafnvel gæðin væru betri og skýrari.
En við náttúrulega förum með stjórnskipunarvaldi við þingmenn og þetta náttúrulega er í okkar höndum núna að breyta stjórnarskráni og þetta er ágætt innlegg inn í þá vinnu en eins og ég segi, var lögð meiri áherslu á það. Ef ég má aðeins fjalla þetta, þá skil ég spurninguna þannig að þú sért að spyrja að því hvort að við höfum meira hugsað útlit heldur en gæði. Og ef ég skil þetta rétt hjá þér þá er svarið nei. Já, við skulum frekar segja magn frekar en gæði. Já, en svarið er samt nei. Það er einfallega þannig að við lögðum áherslu á það að ná heilsteyptu plaggi sem að væri í raun og veru það sem stjórnarskrá að vera þjóðinni til leiðbeiningar og þetta ekki síst stjórnvöldum. Og ég tel að stjórnarskrá eigi svona vera eins og gömlu stjórnarskráin hét grunnlóf og það lýsir svolítið svona eðli stjórnarskrár. Hún á að vera vegvísir þjóðarinnar og þá ekki síst ráðamanna hvað þurfi og eigi að gera og hvað þjóðin raunverulega vill. Nei, ég held ég að veikt við að bæta sko. Margrét? Já, takk. Mér langar nú að byrja að þakka ykkur fyrir komuna og þakka ykkur fyrir ykkar störf og afrakstur þeirra. Mér langar að spyrja ykkur út í það hvernig þið sjáuð fyrir ykkur að heppilegast sé að ferlið hér eftir sé. Ertu að spyrja okkur þær tillögur sem liggja fyrir eða bæði bara hvort heldur sem? Það kemur náttúrulega skýrt fram í okkar loka bréfi eða bréfi með til Alþingis að við lýsum okkur reiðubúin til að koma aftur að málinu verði mikilvæga breytingar gerðar á okkar tillögum og við stöndum náttúrulega við það. Og við viljum náttúrulega bara helst að það verði sem mest umræða og alla þætti okkar tillagna. Og það verði raunverulega mjög mikil umræða, það heldur við þurfum á því að halda og það er náttúrulega líka var kannski það sem lagt var upp með í upphafi með þessu ferli öllu. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við sjáum þetta sem möguleika líka þessar tillögur og alla þá vinnu sem búið er að vinna frá stjórnlaganefnd og þjóðfundi, að við sjáum þetta sem innleggi því það að eiga þessa samræðu sem okkur svo sárlega vantar. Þannig að ég held að það er það sem var í svona óskastaðan. Þannig að og eins og ég segi, við lýsum okkur reiðubúin til að koma því aftur ef þingið óskar eftir því og það er stendur. Birgir, vilt þú? Já, það er kannski bara akkurat í beinu framhald af þessu þá velti ég því fyrir mér hvort gestur okkar vilja segja okkur eitthvað frá þeim mismunandi sjónarmiðum sem komu upp innan stjórnlagaráðs varðandi framhaldmálsins, af því að maður svona les það milli línana að það hefur kannski ekki allir verið sammála því. Við höfum séð á opinberum vettvangi að sumir stjórnlagaráðsmenn hafa gert mjög afdráttarlausa kröfu það að þessi tillaga eins og hún liggur fyrir fari beint í þjóðaratkvæðagreiðslu á nokkura breytinga og það eru svona mismunandi áherslur sem hafa birst opinberlega þau atriði. Síðan er það svona kannski tæknilegt frekar sem ég ætlaði að spyrja og það varðar þá sérfræðilegu ráðgjöf eða umsagnir eða álit sérfræðinga sem leitað var eftir meðan að á vinnunni stóð hjá stjórnlagaráði. Skýrslan ber með sér að það hafi verið gert að einhverju leiti í einhverju nefndum en ég er að velta fyrir mér bara hvort ég getið aðeins greint frá því. Og síðan þá vildi ég aðeins spyrja út í þann texta sem settur er fram í skýrslunni sem skýringar við einstök ákvæði. Mér finnst eins og ég hafi heyrt, þið kannski bara staðfestið það eða leiðréttið, að það hafi verið í rauninni unnið eftir á og auðvitað tíminn og allt það, við gerum okkur grein fyrir því, en ég bara velta fyrir mér hvernig þið metið þann texta vegna þess að
að hann auðvitað getur í mörgum tilvikum haft dálítil áhrif á það hvernig einstök ákvæði eru túlkuð. Já, gjör svo vel. Þið bara skiptið þessu á milli. Þú byrja. Þú góð byrja. Já, ef ég bara byrja á þessu síðasta, það er með skýringarnar að þær voru unnar af nefndunum sem báru ábyrgð á sínum, á sínum svona hluta og það var þannig að náttúrulega urðu skýringarnar til jafnóðum en þær voru svona í loka vinna og heildstæð vinna fór fram svona í lokin eða sko við raunverulega byrjum á að vinna þann texta sem var til loka í loka gerð hvað mánuði fyrir eða slíkt en auðvitað voru nefndirnar að vinna þennan texta allan tíman þannig að það er ekki rétt að hann hafi verið unnin eftir á en hins vegar náttúrulega eins og þið vitið svona textavinna tekur langan tíma og svo margir sem ætla að lesa yfir og svo framvegis og þetta text dregst og verður svo síðasti hlutin sem gengið frá þannig að það er kannski eins og bara oft vill verða í svona vinnu. Varðandi umsagnir og álit sérfræðinga þá held ég að það nú alveg að koma fram sko við hverja var talað eða umsagnir voru fengnar en þetta var náttúrulega þannig að við vorum að vinna hratt og við þurftum að fá viðbrögð hratt og við vorum líka komin inn í sumar og júlímánuður nú eins og þið þekkið, það er svona fækkar þeim sem eru tiltækir og þannig að það skýrir náttúrulega líka kannski við hverju talað og hvernig þetta verður en það á að vera alveg aðgengilegt og líka í öðrum gögnum sem eru búið að ganga frá í fundagerðum nefnda við hverja er talað og frá hverjum kemur skriflega álit og þau eiga þá að liggja fyrir líka og þau eiga að vera eitthvað aðgengileg. Fyrsta atriði var mismunandi sjónarmið varðandi framhaldið og mögulegar. Já, það voru auðvitað skipta skoðanir í okkar hópi eins og annar staðar það hvernig þetta ætti að nákvæmlega að fara fram. Við erum hins vegar í okkar tillögum við með, það gert ráð fyrir því að breytingar á stjórnarskrá fari fyrir í þjóðaratkvæði. Þannig okkur fannst náttúrulega voru sammála það að það er eðlilegur, það er okkar tillaga breytingar á stjórnarskráni, að það er það okkar tillaga að þessar breytingar fari fyrir þjóðaratkvæði. En hvenær nákvæmlega í ferlinu það er gert, við tókum ekki afstöðu til þess sem hópur. En auðvitað eru skipta skoðanir það innan, og eða voru innan hópsins og á þeim tíma og það er náttúrulega og við í sjálfu sér kannski tökum ekki heldur afstöðu til þess hvernig að ég heyrði áðan að þeir voru að fjalla til dæmis hvernig á að gera þetta, hvort að gera plaggið í heild eða grein fyrir grein eða kaplar eða hvernig það er. Þetta er náttúrulega gríðarlega flókið mál og það eru og við sjálfur greindum það ekki niður hvernig væri best að gera það en því ég held að það sé náttúrulega full ástæða til að taka mjög alvarlega umræðu það nákvæmlega hvernig það er gert og það er líka annað sem ég heyrði að þið voru aðeins frammi áðan þegar voru að ræðum í sambandi við breytingar á stjórnarskránni að það eru við leggjum fram tillögum að það fari fyrir þjóðina og það er okkar hugmynd en það er ekkit endilega auðveldara bara svo því við svona reynslu annarra þjóða. Ari, vilt þú? Kannski aðeins fyrst varðandi lokaspurningu Birgis, það er að segja eftir á skýringar þá hygg ég að þetta hafi verið svolítið misjafnt eftir nefndum, þeir voru svona vel á vegi staddar svona á síðustu metrunum og í þeirri nefnd sem ég starfaði í C-nefndinni þá held ég megi fullyrða að allar skýringar lágu fyrir þegar við skiluðum og þær voru sem mest unnar jafnóðum og ég held ég megi fullyrða að þar tókst okkur að klára áður með skiluðum en ég veit að einhverja nefndir voru með vinnu aðeins þar á eftir. Það er svona misjafnt á milli nefnda. Kannski ef ég má svo aðeins bæta við varðandi meðferðina þá kemur það fram í okkar skilabréfi að við leggjum áherslu á að þessar tillögur séu áfram í mjög opinni og ítalegri umræðu
eins og til dæmis áttu sér stað á Alþingi hér fyrir í haust og var til fyrirmyndar. Þannig að í mínum huga þá eðlilegt að þetta sé rætt og unnið áfram áður en það fer endilega í þjóðaratkvæði, en það eins og kemur fram, það mismunandi skoðan því en á einhverjum tímapunkti hlýtur þjóðin að taka ákvörðun. Ólöf? Já, takk fyrir komuna og ég vil nú spyrja hérna aðeins kannski svona meira konkrétt, með svona konkrétt spurningu. Ég veit að þetta var mjög stuttur tími sem þau höfðu til þess að takast á þetta verkefni, en það var auðvitað búið að vinna töluvert mikla grunnvinnu og hún var hér áðan Guðrún Pétursdóttir og lýsti vinnu í stjórnlaga nefnd. Mér langar bara til að spyrja hvort þið hafi haft tök á því að meta í þeirri tillögu sem hér hefur verið lögð fram og við erum að byrja að ræða hér í þessari nýju stjórnskipun og eftirlitsnefnd og ég vil reynda að segja það að við munum auðvitað fara og nýta okkur öll þau gögn sem hafa verið lögð fram vegna breytinga á stjórnarskránni og þetta er auðvitað mjög mikilvægt verkefni og kannski grunnverkefni Alþingis eru breytingar á stjórnskipunarlögum og það tekur þingið að sjálfsögðu mjög alvarlega og mun auðvitað vanda sig við það eins og hefur ávallt gert. Mér langar að spyrja hvort það tök á því að meta áhrif einstakra greina tillagna í þessu plaggi og kannski samspil þeirra líka af því að það er svona virðist að sumstaðar kannski eðlilega þá svona árekstur á milli greinana og þá líka hvort að þið hafi haft möguleika á því að kannski fengi þá aðstoð sérfræðinga við það að meta þá hugsanlega réttar áhrif fyrir þegar að kemur að því að dómstólar fara að dæma eftir hugsamlegum breytingum af þessu toga. Ef þið hafið tök á því að svona kommentera á þetta. Við reyndum eftir tökum að meta áhrif og samspil. Við vorum náttúrulega að vinna þetta fram, við afhendum þinginu eða forseta þingsins á föstudegi og við vorum að vinna þetta raunverulega fram á miðvikudag, það síðasti fundur okkar. Og við gerðum okkur alveg grein fyrir því og við talaðum það í okkar hópi svona að það væri mikilvægt að þetta plagg fari í álagspróf meðal annars svona til að þetta samspil allra þátta og við reyndum að meta það eftir föngum í vinnunni en við gerum okkur alveg grein fyrir því að það þarf að skoða þessa hluti sérstaklega og ég held að það komi nú líka fram svona í skýringunum að það sumstaðar er reynda líka að leggja mat á réttar áhrif en þetta eru svona skýringar, ég meina það við getum ekki kannski farið alveg ofan í öll þau atriði kannski sem þarf að gera en í svona greinagerð en hérna þetta eru enda svona skýringarnar endurspegla fyrst og svona umræðuna í nefndunum og þau sjónarmið sem hafa komið þá fram hér frá sérfræðingum. Vilt þú? Já, kannski aðeins bara taka undir það með Salvöru að auðvitað reyndum við að meta þessi áhrif en þau eru eðlilega mjög flókin og mjög lögfræðileg og við fengum jú mat frá nokkrum aðilum en ég held að sé kannski eitt af því mikilvægt sem að má segja eftir að gera það er að gera frekara mat á nokkur matriðum í hvað varðar svona réttafarslega áhrif. Ég hlustaði á hana Guðrún hérna áðan með svona gera mjög vel grein fyrir því að það veri mjög eðlilegt og ég er því sammála að sérfræðingar skoði þetta betur því að það eru engin verk svo fullkomin að þau megi ekki laga. Það er bara spurning hvenær er tíminn útrunin og svo framvegis en það er alls ekki þannig að við séum vissir að þetta sé heilagt plagg. Það má örugglega bæta það og mér fannst Guðrún komast mjög vel á orðið þegar hún ræddi við ykkur það hvernig skyldi standa að því. Takk. Mér langar aðeins að fylgja eftir Sölvi því sem þú segir að það kom fram hjá ykkur að þið verið tilbúin að koma aftur að málinu. Geturðu sagt eitthvað svona nákvæmlega hvað eigið við með því að koma aftur á málinu? Er það sem einstaklingar, sem stjórnlæra, var það eitthvað rætt? Já, við rættum þetta, auðvitað,
Já, við rættum þetta á þann veg og það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum þá að eiga samræði við ykkur nánari útfærsla á því, en ef það verði miklar og kannski svona grundvallar breytingar á plagginu, að við fáum að koma að því með einhverjum hætti hvort það sem að koma saman sem hópur til að fjalla það eða koma með umsagnir eða slíkt. Bara, ég held að það var svona grundvallar hugmyndin hjá okkur. En við vorum ekkert með einhverja fastmótaða hugmyndum að það að vera með einhverjum tilteknum hætti. En það held ég að það sé, auðvitað náttúrulega erum við ekki til sem ráð lengur, ég meina við náttúrulega erum hér fyrst líka sem einstaklingar, en ég held að það sé vilji, það er svona mín skynjun að það sé vilji innan hópsins að fá að svona fylgja þess aðeins eftir og eiga samræðu líka við þingmenn, hafið þeir áhuga á og kannski til að þá hnykkja á sjónarmiðum eða skýra betur eða eitthvað sem vantar upp á og svo framvegis. Álfheiður? Já. Mér langar nú bara eins og aðri hér að þakka ykkur fyrir að koma. Það er eins og þeir sem hafa valist til þess og tekið að sér þessi erfiðu störf hér fyrir þingi varðandi undirbúning að breytingum á stjórnarskrá og þeir losna ekkert við það þó að nefndirnar og ráðin sem þeir sitja í ljúki störfum, þá sitja menn uppi með þetta greinilega áfram og bara þakka ykkur kærlega fyrir það. Eitt er það að hafa auðvitað ólíkar skoðanir á þessu plaggi. Ég ætla aðeins að fara í innihaldið en ekki framkvæmdina eða ferlið. Eitt er það að hafa ólíkar skoðanir á einstaka greinum eða köflum. Hitt er verra ef að menn hafa gersamlega ólíkan skilning á því sem þar stendur. Og ég er hér að vísa til ræðu forseta Íslands við þingsetninguna 1. október síðastliðinn. Þar sem að skilja mátti að af hans túlkun að þessi 73. grein, þar sem að forseti rífur Alþingi og að ályktum þess og ekki síst 90. greinin, að forseti gerir tillögu til þingsins forsætisráðherra, að þetta eiginlega upphefji 1. greinina, þar sem að segir að Ísland er lýðveldi með þingræðis stjórn. Og mér langar til þess aðeins að spyrja ykkur álit á þessari ræðu forseta Íslands og þeirri túlkun sem að þar kom fram á annars vegar þingræðinu og hins vegar því sem að ég leyfi mér að kalla einhvers konar forstjóraveldi embættisins yfir þingræðinu. Já, þetta gerir svo vel. Ég kannski mætti byrja, þá held ég að það sé ekki við hæfi að við hér á opnum fundi og í beinni útsendingu förum að skila einhvers konar álitum forsetan og hans túlkanir. Það er líka utan okkar verksviðs. Hins vegar þá held ég að ég geti tekið mér í munn orð Eiríks Bergmann sem fjallaði þetta hér fljótlega eftir að forsetin hélt sína ræðu, það sem hann bað alla sem vildu skoða þetta mál bara að lesa stjórnarskrána og ég held að hún svaraði þessu best sjálf. Ég held ég hafi ekki meira þetta að segja. Má ég aðeins fylgja þess eftir að það er greinlegt að menn lesa þetta með ólíkum gleraugum. Þá vil ég bara umorða spurninguna. Teljið þið kannski að það þyrfti að orða 90. greinina á annan hátt þannig að hún miskilist ekki? Ég tek undir með Ara, ég kýs kannski að svara ekki svona fyrir spurningunni beint það hans túlkun forsetans. Það er náttúrulega þannig með allan texta að hann er opinn fyrir túlkun og við vitum það og þess vegna er náttúrulega til dæmis kannski, það er ekki ein ástæðan fyrir því að stjórnlagaráð lýsir því líka yfir að vilji koma kannski aftur á málinu vegna þess að það er oft sér maður ekki alveg hvernig fólk getur mögulega að túlka texta sem maður hefur skrifað fyrir maður hefur sér það fær dæmin Þannig að það getur vel verið einmitt að það sé hægt að túlka þetta með ólíkum hætti og þá sé nauðsynlegt fyrir okkur eða þann sem hefur með málið að gera að skýra það betur.
Ég skal ekki taka fyrir það, þannig að og það er náttúrulega mjög mikilvægt, þess vegna er náttúrulega þessi opna umræða svo mikilvæg að við sjáum það hvernig fólk mögulega getur tólkað þetta og tólkað líka saman greinarnar. Því það er náttúrulega alveg sérstakt raunverulega álita efni, það er einmitt hvernig þessi bygging svona í heild og hvað styður hvert. En við þekkjum það náttúrulega bara út frá núverandi stjórnarskrá, núgildandi stjórnarskrá að það eru ýmis álita efni þar og túlkunar möguleikar á ýmsum hlutum og það hafi verið ágreiningur ýmislegt og það er út af fyrir sig kannski aldrei hægt að koma í veg fyrir það að það séu einhver vandasum túlkunaratriði. En ég meina markmiðið er náttúrulega að reyna að gera það eins vel og við getum og ef við getum þá reynt að skýra það betur annarkvort í samræðum við ykkur eða hvernig það er að þá held ég að það væri mjög til bóta. Takk. Róbert. Já, takk. Mér langar bara til þess að svona að velta upp þessum starfsaðferðin sem bæði Guðrún kom inn á þegar hún var að brýna okkur til þess að ná sátt og samstöðu hérinn á þinginu. Það náttúrulega var eftir þetta vert í stjórnlagaráðinu hversu vel það tókst og ástætt til þess óskilku til hamingju með það. En þið höfðu auðvitað svona ákveðin lúxus sem við höfum ekki hér. Þar að segja að þið voru sammála grunnforsenduna það ætti að ráðast í endurskoðun á stjórnarskráni þó að þetta væri mismunandi skoðanir á hversu umfangsmiklar þær breytingar ætti að verða og svo framvegis. En við hér höfum kannski verið að takast á það hvort ætti að gera það, hvort ætti að ráðast í þessar breytingar og með hvaða hætti ætti að gera það og verið ósamkomulega það. En okkur tókst svona með herkjum að ná samstöðu það sem að allavega getum verið sammála á tímabili í aðdraganda kosningarinnar til stjórnlagaráðsins þingsins sem að síðan var stjórnlagaráði. Þannig að við þurfum svona að velta á það kannski spurning mín hvernig eigum við að halda á þessu í framhaldinu, getum við einbeitt okkur að því sem að við erum sammála eigum við að einbeitt okkur að því að ná sátt starfsaðferðina eða vinnuna við eða hvernig við breytum stjórnarskráni eða eigum við að reyna að einbeita okkur að sáttinu það sem að í raun og veru stendur í henni. Þannig að það er það sem mestu máli skiptir hljótum við að vera sammála að þetta sé ekki bara stjórnarskrá vinstrimanna eða þeirra sem eru við stjórnvölin núna heldur þetta sé sáttmáli þjóðarinnar allrar. Og þá kemur kannski líka að því sem að þið eru að leggja til hér myndi sú sátt sem að náðist í stjórnlagaráðinu halda ef að þið kemur aftur að þessari vinnu. Ætti það að vera þannig að stjórnlagaráði kemi í heild sinni að einhverjum tillögum sem að frá okkur kemu eða ættu við að vera að hafa samskipti við nefndirnar beint. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þetta myndi ganga best þannig að við getum svona kannski varðveitt eitthvað af þeim samstarfsanda sem einkenndi stjórnlagaráðið. Þetta er kannski dálítið stór spurning en hún er líka svo sem kannski mestu máli skiptir. Já, hún er svolítið stór þessi og svolítið spurning hvernig ég er svo sem ekki kannski ekki tilbúið með svara við því hvernig væri best að gera þetta og hef náttúrulega líka bara verið í öðrum málum, ég hef ekki undirbúið það sérstaklega en þannig að ég svo sem er ekki með sérstakt svarið hvort það ætti að vera nefndir, ég held að það raunverulega væri möguleiki að gera hvort tveggja og ég held að það væri allavega mjög gott ef í þessari vinnu nefndarinnar hér að ef það eru einmitt eitthvað svona álitaefni sem eru kannski túlkunaratriði og slíkt að þá reyna að fá einhverja fulltrúa úr viðkomandi nefndum kannski til ykkar til að þá skýra það frekar eða eitthvað slíkt, það er ein leið og síðan kannski lokin á ykkar vinnu að þetta fari þá fyrir ráðsmenn annarkvort þá sem einstaklinga eða kalla ráðið saman í einhvern tiltekinn tíma. Ég hef raunverulega ekki svona alveg fullmótaða skoðun á því hvernig best að gera þetta en kannski líka þetta svona hafa samspil nokkur á ólíkra þátta.
Ég held að sé mjög mikilvægt eins og þú segir sko að ég meina þetta stjórnarskráin náttúrulega grundvallaplagg og það alveg gríðarlega mikilvægt að við séum sátt þetta plagg og það sé breið sátt það. Og ég held að sko eins og ég sé þetta svona kannski pínlítið naíft, ég veit það ekki en sko mér langar til að sjá að þetta plagg sé innleggi inn í sko svona almenna umræðu, stjórnmála umræðu sem verður ekki endilega á flokkspólitískum, þau auðvitað hafi flokkar mismunandi sín á einstöku atriði, en það verði ekki til þess að menn fari að togast hana beinlinis svona á flokkspólitískum línum, heldur að við náum svona að ræða þetta á svona að horfa aðeins meira á almennu sjónarmiðin og svona þessi grundvallar prinsip og að við reynum að byggja brú á milli okkar frekar heldur en að það sundri meira. Því ég hef náttúrulega eins og aðrir miklar áhyggjur af því hvað þessari gjá sem að myndast á milli stjórnmálana annars vegar og almennings hins vegar, þetta ekki sérstaklega vandamál bara á Íslandi heldur bara í heiminum í dag og ég held að við, og þetta var svolítið, þetta sérstakt sem við erum búin að gera þó Íslendingar núna í öllu þessu ferli endurskoðun á stjórnarskráni og það mjög mikilvægt að við náum að lenda þessu máli þannig að við verðum ekki, það verði ekki fullt af ósáttu fólki heldur að við reynum að gera þetta saman og eins og ég segi, ég held að við séum sem hópur og einstaklingar reiðubúin til að leggja okkar lóð á vogarskálarnar og ég held að það ætti alveg að geta mynda stemning að þetta viðkvæmt mál og það auðvelt að missa þetta út úr höndunum, ég sé það líka alveg. Þetta mjög viðkvæmt en ég vona að við náum að halda samræðinu þannig að við missum ekki sjónar á þessu sameiginlega takmarki okkar sem að bæta okkar samfélag og byggja traustari grunn undir það. Já, þetta mikilsvert málefni þess vegna ætla ég að leyfa Róbert að koma með örstutt. Örstutt spurningu kannski bara að Harik tekur, ef hann vil bæta við sko, það ætti að fara þá fram einhvers konar atkvæðagreiðsla innan stjórnlagaráðsins eða þetta meira, það sjá þetta fyrir ykkur í formi einhvers konar samtals? Ég held að öll vinna við stjórnarskrá sé eða þyrfti að vera svona meira í samtals- og samráðsformi heldur en í atkvæðagreiðslu og það var þannig sem við reyndum að vinna og þannig að ég sé ekki fyrir mér að það sé endilega lausn að einhverja breytingartillögu fari bara í pleina atkvæðagreiðslu í stjórnlagaráðinu ef það kallað saman aftur heldur þá bara eins og við unnum áður svona umfjöllunum og vegið og metið það sem að hefur tekið breytingum. En mér langar líka til að svara þessari upphaflegu spurninguðinni. Ég lít svo á að í raun og veru þá hafi verið tiltölulega góð sátt þennan feril sem eins og Guðrún réttilega benti á hefur verið býsna langur. Það skapaði þannig smá hnútur við niðurstöðu Hæstaréttar sem að ætti ekki að þurfa að hafa kannski endilega efnisleg mikil áhrif svona til frambúðar en þetta ákveðin ferill sem að hefur verið í gangi og hefur verið þokkalega sátt ég vona að menn séu sammála það að niðurstöða þess ferils átti og og verður vonandi stjórnarskrá sem að sátt ríkir meðal þings og þjóðar og það er lokatakmarkið og þess vegna held ég að það sé raun og veru núna séu kannski efnisatriðin þessi mestu máli skiptir þá held ég sé mjög mikilvægt að þeir hnökrar sem að þingið vafalaust sér á stjórnarskránni þeir séu skilgreindir efnislega og leitað efnislega eftir álitum og umræðu þá sem að afmarkaða þætti. Ég lít svo á að þessi rammi sem við skilum hann afrakstur af mjög löngu ferli að þetta áfangi
og það sem mestu máli skiptir núna er efnislega loka umræða þá þætti sem að þingið kann að hafa aðra skoðanir á og válist hefur aðra skoðanir á heldur en við. Amal, takk. Já, takk fyrir komuna og ég ætla bara svona eins og ég skil stjórnarskrá til að tryggja réttindi og skylda almennings. Þá við veitum að útlendingar eða fólk af erlendum uppruna eitthvað 9% af þjóðin á Íslandi og auðvitað þau á réttindi að skilja þeirra réttindi og skylda. Möguleika að þetta verður þýtt á eitthvað margum tungumál þá fólk af erlendum uppruna geti taka þátt í því atkvæða eða koma með þeirra hugmyndir eða skoðun hvað að bæla eða ég meina kom þetta sjónarhorn frá ykkur fólk af erlendum uppruna þau mun taka þátt í stjórnarskrá. Já, auðvitað var náttúrulega vefurinn okkar meira og minna bara á íslensku og tillögurnar eins og það komum fram svona frá í hverju viku og en það búið að þýða hins vegar tillögurnar. Það tillögurnar en ekki náttúrulega skýringarnar. Tillögurnar liggja fyrir og á vef stjórnlagaráðs á ensku en ekki önnur tungumál, ekki ennþá. En auðvitað það mjög mikilvægt að þýða það á fleiri en eitt tungumál til að gera það aðgengilegt. En það ekki á ætlun? Já, við náttúrulega höfum ekki lengur þetta mál á okkar könnu, þannig að við höfum lokið störfum og þannig að við höfum raunverulega ekki það að segja. En ég held að ég beini nú bara til þingsins að standa fyrir því að þetta sé þýtt á fleiri tungumál. En ég held að í okkar hópi hafi sjónarmið þeirra sem eru fæddir erlendis hafi komið vel fram og ég vona að það komi fram því að finnst að koma fram líka í tillögunum. Jón Rós, vilt þú? Já, kannski bara örstutt. Bara takk fyrir ykkar góðu vinnu og það verður gaman að fylgjast með vinnubrögðum ykkar sérstaklega. Það bara örstutt. Mér langaði bara til að spyrja hugmyndir ykkar kosningafyrirkomulagið sem að svona talsvert miklar breytingar á því fyrirkomulagi þar sem að við reiknum áfram með því að það möguleiki að skipta landinu upp í fleiri en eitt kjördæmi. Þeir eru með þar ákveðin hugmyndur kjördæmislista og kjördæmislista. Mér langaði bara svona til að fá svolítið að vita því þetta eru talsvert miklar breytingar og svona fyrir venjulega Íslending talsvert erfitt held ég að skilja í raun og veru hvernig fyrirkomulegt að vera. Það langaði bara til að vita, lögðu þið mikla vinnu í að ná sátt þetta og sagt, var almenn sátt það fyrirkomulag sem birtist í 39. grein? Takk. Já, gjör svo vel, Ari. Ég satt í þeirri nefnd sem að fjallaði kosningar og ég get fyrst svarað því að það var lögð mikið vinna í þetta mál. Þetta var mjög þungt mál. Það var rétt líka að nefna það að við vorum með ákveðið veganesti frá þjóðfundi og það að það svona ætti að skoða mjög vandlega að gera landið einu kjördæmi. Og við reyndum svona að verða við því að því leiti að þetta væri raun og veru fólk gæti kosið á landsvísu ef það vildi en við heldi eigi að síður kjördæmaskipaninni og ég held að það sé hægt að segja að það hafi verið bærilega sátt þetta í nefndin þessa niðurstöðu. Okkur sem erum búin að ræða þetta og hugsa mjög mikið, okkur finnst nú eins og kannski nú oft með fólk þegar það er búið að svona að vinna hlutunum þá finnst þeir ekkert mjög flóknir þó að þeir virki fyrir utanakomandi dálítið flóknir. Þá held ég nú að þetta þurfi ekki vera flókið því að það er nú þannig að fólk getur kosið nákvæmlega eins og það hefur gert frá 18 ára aldri, það er að segja að setja eitt kross við eitt lista ef það svo kýs, þannig að þetta þarf ekki að vera flókið en samt er í okkar hugmyndum opna fyrir það að menn geti
önnur áhrif á landsvísu og það er raunverulega til að koma til móts við þessa skörpu ósku þjóðfundar sem nú svolítið dregin efa núna að þetta ætti að vera eitt kjördæmi landir sem að menn voru sammála að væri ekki skynsamlegt. Það þyrfti áfram að vera ákveðin kjördæmabinding í tillögunum. En það var, ég held að mig segja, það var nokkuð góð sátt með þessar tillögur, það var mjög mikil umræða þær og ég tel þær mjög vel framkomanlegar. Þetta svara hvernig. Kannski fá ég aðeins að bæta við að það náttúrulega svona útfærsla á tillögunum í skýringunum, þannig að það sem svona bæta mjög miklu við fyrir þann sem vil kynna sér allavega svona ákveðna sýn á það hvernig má túlka greinina. Já, takk kærlega fyrir það. Nú hafa allir þingmenn spurt, við erum búin að fara hérna eitt hring. 4 þingmenn hafa gefið mér merkjum að þeir vilji komast að aftur. Vigdís, Margrét, Birgir og Álfheiður, og þá ætla ég að fara aftur þennan sólarhring, eða svo má orðið komast. Vigdís, kæsa. Líkar vel við sólarhringinn. Ég ætla að lýsa gleði minni yfir afstöðu ykkar þar sem þið eru formaður og varaformaður stjórnlagaráðs að þetta plagg sé ekki heilagt og þetta sé til umræðu og eftirfylgni. Því að ýmsir stjórnlagaráðsmenn hafa lýst því yfir að þetta er að fara tafarlaust í ráðgefandi skoðanakönnun eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég lít svo á að þetta gefur þessu aukna vigt að formaður og varaformaður ráðsins túlki þetta með þessum hætti og ég er ykkur sammála í þeirri túlkun. Því að ég hef verið að velta því fyrir mér hvað ætti að fá út úr svoleiðis óbindandi kosningu. Ég væri líka mjög hrædd að slík kosning myndi ekki draga að sér marga til þess að taka þátt í slíkri skoðanakönnun. Þess vegna langar mig til að spyrja ykkur það virðist gæta svo mikið misskilnings, bæði hjá stjórnlagaráðsmönnum og ýmsum einstaklingum út í samfélaginu að breytingar á stjórnarskrá fari aldrei fyrir þjóðina. Í alþingiskosningu gerist það þegar verið að breyta stjórnarskráni að samhliða greitt atkvæði breytingar á stjórnarskrá og þá sú þjóðaratkvæðagreiðsla bindandi. Má ég túlka orð ykkar á þann hátt að því að þið rædduð hér aðeins þjóðaratkvæðagreiðslur að ykkur finnst fyrst tímabært að leggja þessi drög eða þessa skýrslu eða útkomu þá sem að kemur hér frá þinginu í þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu alþingiskosningum. Ertu að meina að þessi gert sér samhliða alþingiskosningum? Eins og núverandi stjórnarskrá segir til og stjórnarskrá hefur ávallt verið breytt þannig. Já, þannig að þú meina bara að líta á kosningarna sem líka þjóðaratkvæðagreiðslu Já, stjórnarskrá breytt á þann hátt samkvæmt nú gildandi stjórnarskrá og hefur verið breytt frá allar stjórnarskrárbreytingar hafa farið þannig í gegn. Það kosið samhliða verði ekki sem við köllum sérstök atkvæðagreiðsla stjórnarskrána heldur bara henni breytt eins og verið hefur. Jú, ég meina þetta er náttúrulega eitt af því sem hefur mikið verið rætt og sem kom fram í þínum formála. Ég meina það eru náttúrulega tvennar kosningar og það sé ígildi þjóðaratkvæðagreiðslu. Skildið þið ekki rétt? Já, það er þannig. En það margir hafa einmitt bent á það en samt sem hafi kannski það þannig að þegar stjórnarskrána hefur verið breytt þannig að þá hafi samt ekki verið slík umræða breytingar á stjórnarskráni í kosningunum að það megi kannski skilja það þannig. Já, mannréttindakafli til dæmis var samþykktur 95 þá og það var allt saman Já, ég veit það. Og það er þá bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu leiðu það fyrir fram. Já, en ég sé ekki eins og til dæmis ef þingið hefur áhuga á að hafa sérstaka þjóðaratkvæðagreiðslu plaggið ykkar og okkar að þá sé ég ekki að hverju er ekki hægt að hafa það líka sem seðil í kosningunum. Já, Ari. Það er ekki alveg það sem Nei, allt í lagi. Já, ég held að spurningin snúist í raun og það hvort að við séum sammála því að sá háttur sem hefur verið hafður á undanförnum
alveg frá yfirvöldum breytingum stofnanaskóla, það er að segja að það sé gert með alþingiskosningum sé fullnægjandi og mín skoðun er svo að það sé orki mjög tímæli sem sjálfur er bent, það er að segja að niðurstaðan hefur oft orðið svo að það eru almenn stjórnmál sem verið að kjósa og almenn þingmennsku en ekki stjórnarskrárbreytingar. Þannig að í því ljósi leggjum við til að breytingar á stjórnarskrá í framtíðinni fari alltaf fram sem sér atkvæðagreiðsla. Og saman að ég tel að þessi háttur, þessi aðferð, hún gefi ekki nægilega góða mynd af vilja þjóðarinnar hvað varðar stjórnarskrá, af því að það eru alltaf í alþingiskosningum fjölmörg önnur atriði og átökum milli flokka sem komur stjórnarskrá kannski ekki við. Þannig ég tel að Já, ég var að spyrja þetta plagg núna sem leikur fyrir. Já, við teljum að það sé ekki raun og veru þjóðaratkvæðagreiðsla stjórnarskrá að nota einungis sömu aðferð og verið hefur undanfarið eftir svara spurningunni. Margrét? Já, takk. Mér langar aðeins að spyrja ykkur náðunar út í þessa samræðu sem sjálfur og til bæði í raun voru að óska eftir að það yrði samtal hjá þjóðinu þetta og ég er sammála því og ég held að líka svona í framhaldi af því sem við vorum að segja með þjóðaratkvæðagreiðslu að við verðum að gera þá kröfu til þjóðarinnar að þetta fari ekki automatist í gegn, heldur að fólk virkilega kynni sér þetta og þess vegna held ég líka sérstök atkvæðagreiðsla eða hvort ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla myndi setja þá vinnu og það samtal svolítið í gang eða hjálpa því í gang þannig að mér langar svona aðeins að fá kannski ykkur sjónarhorn á þar en með samræðina hvar og hvernig sjáu þið fyrir ykkar að RÚV taki þátt í því að þetta fær inn í skólana, vinnustæði og stjórnlega ráðið taki þátt í þessu samtali eða þið vildu svona aðeins segja meira hvernig æskilegt væri að þetta fari fram. Já, auðvitað náttúrulega hefur verið nú þegar náttúrulega búið að vera heilmikil umræða þessi mál en ég held að það sé náttúrulega í höndum þingsins að efna til þessara samræðu á sem flestum sviðum. Ég sá að það eru í tillögunni, það var náttúrulega gert í þingsályktun hér sem liggur fyrir að þá var einmitt verið að tala svona víðtækri kynningu landið en ég held að það sé náttúrulega mjög mikilvægt að þá stjórnmálamennir beri þessa umræðu uppi. Þetta er á ykkar könnu núna, verkefnið. Þannig að og fylgi því eftir. En eins og ég segi, ég bara ítreka það, ég meina við erum tilbúin að leggja málunni lið ef þið óskið eftir því. Ari, vilt þú bæta við? Kannski hún Álfheiður sagði hér áðan að þeir sem að einu sinni kæmu að stjórnarskrárbreytingum þeir losnu ekki við hana. og ég held að sé mikið til í því. Þetta er sameiginlegt áhugamál. Ég held nokkurn veginn allar sem að því hafa komið. Þeir eru orðnir býsna margir. Og þess vegna lít ég svo á að það sé vilji, að ég vona að það sé vilji sem flettar sem að máluna hafa komið til að ljúka því. Og ég held að það sem að væri kannski æskilegt að gerðist næst af því að nú liggur fyrir að minnskosti umræðugrundvöllur frumvarp sem að þið hafið til vinnslu að þið takið það til efnislegar umfjöllunar og síðan fari fram þau efni frumvarpsins sem að ekki er sátt fari fram breið umræða og ég held að hún ætti að gerast að einhver leyti hreinlega með einhvers konar kynningar og umræðufundum út land og ég tala kannski fyrir mig en ég segi fyrir mig að ég veri alveg reiðubúin að leggja alþingi lið í slíkri umræðu, þar að segja að taka þátt í því að kynna þá hugsun sem að hálfu stjórnlagaráðs er á bakvið frumvarpið. Ég veit að alþingi mun hafa aðra skoðanir og aðra hugsun á einhverjum málum en ég held við ættum saman að reyna að vinna að því að festa þá enda sem kunna enn að vera lausir, fá breiða umræðu í þjóðinni, fjölmiðlum og jafnvel fundum og klára svo málið. Já, takk fyrir það. Birgir? Ég ætlaði að láta mig nægja að staldra við einn þátt í þessu.
svona í síðari spurningu og það kannski sprettur af spurningu Álfheiðar hér áðan og alveg óháð því hvort að menn telja að túlkun forseta Íslands á þessum tilteknu ákvæðum tillögunnar sé rétt eða ekki, þá allavega vekur þetta ákveðna umhugsun einmitt nákvæmlega það að eitt að setja text á blað og annað að velta fyrir sér hvernig þetta verður síðan túlkað. Þetta svona dálítið lykilatriði einmitt þegar að við stöndum frammi fyrir því að ganga frá tillögum að þessu tagi. Síðan eins og þið nefnið þá hefur auðvitað verið ágreiningur ákveðna þætti í núgildandi stjórnarskrá og hann hefur að sumu leyti skýrst í framkvæmd með dómafordæmum og með framkvæmd að öðru leyti. Þannig að vafamálin slípast til í framkvæmdinni. Og þá kem ég að spurningunni. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sjónarmið, þar að segja hvernig stjórnarskrá er túlkuð og hvernig túlkunin í rauninni þróast í praxís, hvort að þetta hafi ekki haft áhrif á þá aðferð stjórnlagaráðsins að endurskrifa alla stjórnarskrána, breyta svo til hver einustu grein, jafnvel þeim greinum þar sem menn ætluðu sér ekki að gera miklar efnislega breytingar, vegna þess að það auðvitað þar með verið að kasta upp mjög mörgum boltum fyrir þá sem þurfa að fara eftir stjórnarskráni, hvort sem er löggjafinn, framkvæmdarvaldið eða dómstólar eða aðrir, að með því að breyta öllu í einu þá verið að í rauninni skapa meiri óvissum varðandi réttar áhrifin og framkvæmdina heldur en ef breytingarnar eru afmarkaðari og skoðaðar frá þrengri eða í afmarkaðri með afmarkaðri sín. Ég geri mig grein fyrir því að stjórnlagaráð greinilega markaði sér einhverja stefnu varðandi þetta, væntanlega tiltölulega snemma í ferlinu, og ég vildi kannski aðeins kalla eftir afstöðu ykkar til þess vegna þess að í mörgum tilvikum þá finnst mér að ræða breytingar sem kannski eða gerðar tillögur breytingar sem í sjálfu sér kannski var engin þörf á. Maður biður ykkur að bregðast við þessu? Já, jú, vissulega, ég meina hér, það var ráðist í allsherjar endurskoðun eins og plagið ber með sér og það var vilji innan nefndana að gera það. Það var meðal annars var það sjónarmið að einfalda orðalag og auðvitað eins og þú bendir á, það getur náttúrulega opnað fyrir nýja túlkun og þetta er náttúrulega eitt af þessu sem þarf að skoða sérstaklega, einmitt hvort að orðalag, einföldun á orðalagi eða það að vilja gera hlutina skýrari eins og vakti oft fyrir nefndunum, að hvort að það feli í sér einhvern annan vanda, og það er náttúrulega akkurat það sem við raunverulega erum að segja, kalla eftir að það sé metið. Að það sé ekki verið að það sé klárt að það sé ekki þá verið að breyta einhverju sem við ætluðum ekki að breyta. Já, og þá Álfheiður, vilt þú Ari koma að þessi? Álfheiður, þú ert með síðustu spurninguna. Já, þetta er það er nú margt spennandi búið að koma hér fram. Ég eru ótal spurningar sem að brenna á mínum vörum og ég veit eiginlega ekki hvað ég á að velja sem síðustu spurningu, en ég ætla að hoppa í 39. greinina, það eru kosningarnar. Og það er alveg rétt að þetta er eflaust framkvæmanlegt og fyrir ykkur sem hafa verið að vinna með þetta, ég man ekki hvað margar vikur, að þá er það eflaust, en þetta krefst nú samt skýringa upp á 5,5 blaðsíðu hér.
í greinagerðinni, þannig að það segir nú nokkuð innihaldið. Það sem að ég hins vegar staldra við hér orðalag hverjir bjóði fram til Alþingis. Og þá segir hér samtök frambjóðenda bjóða fram lista, kjördæmalista og svo framvegis. Og mig langar til að spyrja, hvað þýðir þetta? Í mínum huga þetta ekki gott orðalag. Ég tel ekki að frambjóðendur í sjálfu sér eigi að stofna klúbb það að bjóða sig fram. Ég tel miklu frekar að þarna eigi að standa stjórnmála samtök, stjórnmála hreyfingar eða stjórnmála flokkar, það má kannski ekki nefna það, skammarirði í stjórnarskrá lýðveldisins, en sko hinn félagslegi bakgrunnur eða bakland, þar sem að menn skipa sér í hópa á grunni hugsjóna og skoðana, allt annað og mikilvægara í mínum huga heldur en það sem hér stendur samtök frambjóðenda sem ég les bara sem klúbbur. Mér langar til að fá skýringar á þessu orðalagi. Ari, gerðu svo það. Þetta var mikið rætt í sérnefndinni og það kemur nú held ég býsna víða fram í umfjöllunum kosningakerfið að við lítum svo á að stjórnmálaflokkar séu grunnurinn að lýðræði í landinu og séu mikilvægir. Hins vegar þá var líka uppið það sjónarmið og það var svona ekki síst arfur frá þjóðfundi að það ættu að vera möguleiki að einstaklingar sem að hefðu brennandi áhuga á þjóðmálum án þess að vera flokksbundnir, þeir ættu að hafa möguleika á að taka sig saman og bjóða sig fram. Og þess vegna var þetta orðalag valið til þess að gefa svigrúm fyrir því að einstaklingar gætu bóðið sig fram á landsvísu. Væntanlega hvort ekki. Ég veit ekki hvað þetta svarar spurningunni. Við erum nú með gest úr sérnefndinni hér seinna í dag, þannig að þá getum við rætt þetta ítarlegar og svona áður en ég kveð ykkur og þakka ykkur fyrir, það langar mig bara að geta þess að ég gat nú hérna í upphafi. Þetta eru fyrstu fundirnir okkar í vinnuferli sem að þessi nefnd að fara í gang með, þar sem við ætlum að fara mjög ítarlega onni í ykkar tillögur. Það hafa birst í dag í blöðinu, ég vona það Elín Valtýs að það hafi gerst að auglýsing þar sem við auglýsum eftir álitum og umsögnum frá þeim sem að sem að vilja skilja því inn og síðan hyggjust við þá biðja það fólk að koma okkar fund og skýra nánar það, hvað þau eiga við. Og eins og ég sagði áðan að þá eru formin og varaformin A, B og C nefnd að koma hér til okkar seinna í dag. Og við myndum gjarnan vilja eiga ykkur að og aðra þegar líður á þessa vinnu. Að því sögðu, þá þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, ég held að þetta hefur verið mjög gagnlegt og segi fundinu slítið. Takk.